Það Sölvi þurfti að hafa fyrir þessum 3 stigum. Já, algjörlega. Þetta var hörkuleikur og Framararnir voru bara öflugir, voru þéttir og sterkir. En við spiluðum nógu vel til þess að knýja fram sigur fannst mér. Fyrir hálfleikunum vorum við að skapa nógu og færum, fengum góð færi þarna og góða stöður til þess að komast yfir en seinni hálfleikurinn þá komum við inn mikilvægu marki og virkilega klaufalegt mark sem við fáum á okkur en við brugðumst bara rétt við og héldum áfram að herja á það og það kom í lokin, glæsilegt mark á Gylfa. Þetta var svona nokkuð, ekki mikið fyrir augað þessi leikur. Hvernig fannst þér frammistaðan bara hjá þínu liði? Mér fannst hún þannig sé góð sko. Það er náttúrulega Framarar að gera okkur erfitt fyrir. Þeir voru eins og þú sagði, þeir pressuðu okkur ekki og bara féllu lágt niður og það er alltaf erfitt að brjóta niður vel drillaða varnir en við fengum færin og nóga færin til þess að vinna þennan leik og sama skapi var Fram í raun og veru ekkert að ógna okkar marki að viti. Við heldum þeim frá stórum sensum og við vorum með stjórnin á leiknum og í dag gerðu þið nóg. Þetta er svo þú segir gott að svara 10 mínútum eftir að fáið markið á okkur, svarar Gylfi. Það hlýtur að vera sett að sjá boltar inn í netinu þá. Já, klálega og bara sýnir karakterinn í liðinu. Við erum með markmið sem við erum allir stærri en að ná og það var ekkert annað í stöðunni heldur en að bara koma tilbaka og svara fyrir þetta mark sem fá okkur og við gerðum það vel og síðan héldum þetta bara út og mikilvægt stig fyrir okkur, 3 stig sem við fáum núna og 4 leikir eftir, hellingar eftir, nóg stigum í pottinum þannig að eins og við bara ákveðum fyrir löngu síðan eftir leikinn á móti Brøndby. Þetta er allt 9 úrslitaleikir eftir og við erum búin að standa að prófast hingað til og við ætlum að halda áfram að koma inn í þessa leiki að þessum krafti sem við erum búin að gera og það við finnum það bara í víkinni að stuðningsmenninir þeir eru búin að setja í einn gír hærra og allir í kringum félagið. Maður finnur fyrir stuðninginum á baku okkur og það er virkilega vel gert og ánægilegt að finna fyrir því. Þannig að það er allir að róa í sömu átt í víkinni og bara næsti leikur verður skemmtilegur leikur. Það var einmitt líka stórt bara hagstæð úrslit fyrir Víkinga í Garðabænum. Já, algjörlega, hagstæð úrslit. Nú eru 4 stigum frá Stjörnunni en eins og ég sagði áðan, það er nóg að stigum í pottinum þannig að við megum ekki missa okkur í það að vera að horfa eitthvað í töfluna. Við þurfum bara að fókusera á leikina sem við erum að spila næst, sjá til þess að við erum klári, sjá til þess að orkustigið sé rétt, spennustigið sé rétt og gefa allt í það. Nú voru Óskar Borgþórsson og Stígur Diljan utan hóps í dag. Er þetta meiðslara? Já, báðir. Óskar fekk aðeins í lærið á móti KR, Stígur fekk aftur í fótinn. Meiðsli sem að héldu honum út lengi síðast, ekki jafn alvarleg eins og voru síðast þannig að það er svona meira spurningamerki með Stíg en Óskar ætti að vera klári í næsta leik. Var þetta ristinn þá á Stígi? Er hann brotinn? Nei, hún er ekki brotinn en ég get ekki farið með þér í nánari dítila hvaða nákvæmlega þetta en það er bara að vera að vinna vel með hann og reyna að koma honum, reyna að finna út úr þessu hvað þetta nákvæmlega er. Þannig að hann reyndi að hann ætlaði að æfa með okkur fyrir daginn fyrir leik en fekk smá bakslag. Þannig að þú veist, hann er nálægt í að koma tilbaka en við vitum samt ekki almennilega hvort þetta haldið eða ekki. Þannig að við verðum bara að leyfa tímanum að segja til um það. Takk hérlega. Já, takk saman.